Friday Night Lights. Ég með mækaran og ég með Kjelan með mér. Nú á Helli í sig mækari. Já, ég Helli í mig og Við ertu ekki að fara erlendis? Miami eftir 3 daga og hérna allt klárt. Allt klárt og ég helviti spenntur. Áttu sundbuxur? Og ég ætla að taka kíló á þetta. Nákvæmlega hans hérna Kjela og Helli í mig alveg í 2 daga áður en ég fyrir út svo ég sé alveg búinn þegar ég fyrir út sko. Gera það? Hann svo spenntur, hann getur ekki sofið 2 daga og Helli alltaf í sig. Svo getur svo hann mátt að hemta út úr flugvélni hann svo fullur sko. En sko, ertu ekki spítokall? Ég spító. Ég fór í sporturöðslum daginn og ætlaði að kaupa mér. Já. Fann bara ekki nógu góðar, þannig ég þarf að leita betur. Þannig ekki nógu þröngar. En ég að fara að taka einhverja alvöru spító. Þú átt eftir að vera með hann beinstífan. Talandi það, 2 sundþjóðir, Bandaríkin, Ástralía. Þetta eru sundþjóðir. Þetta eru sundþjóðir. Hvernig líst ykkur á þennan leikstrákar? Ég væri til að sjá hann leik í sundi núna í kvöld. Já. Hvernig líst ykkur á hann? Bara mjög Kanadinn, það flottir í fyrsta leik. Ég bara harður að heyri vinna hann leik bara sko. Já. Kanadnir voru ekki bara flottir í fyrsta leik, þeir voru trublaðir í leik. Paraguay, þeir eru með skelfilegt lið. Þeir eru með skelfilegt lið. Það þýðir ekkert svona. Ég meina, Paraguay er ekkert verra lið en Cape Verde, sko. Nei, sko, Paraguay, ég meina, þið horfið svo í undankeppnina, þú Suður Ameríku. Þeir eru bara flottir þar. 28 stig, jafnmörg og Brasilia, Uruguay, Örmulli er ekki þar. Ég segi bara, Bandaríkin áttu bara geggjaðan dag, Paraguay ömulan. Hvernig fer þetta? Þetta fer 3-1. 3-1. Þetta verður erfiðara fyrir Bandaríkin út af þeir voru svo geggjaði síðast. Ástralía kom með rosalegri krafti. Það væri gott fyrir það að fá eitt símtal við hjamma núna. Aðeins að koma nýr á jörðina. En það sem voruð að gera við mig og Kjela hérna vegna þess að þeir halda náttúrulega sér orðið bestir í heiminuna. En þannig að þetta verður alltaf erfiðara leikur. Ástralíumennir eru smá sattir eftir fyrsta leikin. Það var rosalega óvænt. Þeir skildu vinna Tyrkina. Markmaður algjörðan stórleik og þeir vita þessi 3 stig og svo bara náður í þetta eina punkt á móti Paraguay að fara þar áfram Bandaríkin vinnurunarleik. Skotland, Marokko, þetta leikur, þetta Skotarnir móti Haiti, ég veit að maður að byggja upp vonir að Skotarnir valdi yfir eitthvað löndi eins og Haiti og eitthvað svona sko. Þeir voru ekkit sérstakir. Nei. Þeir voru ömulegir. Þeir eru ekkert góðir. En málið bara það, öll lið sem hafa verið ömuleg og hafa átt að vinna leikinu sína í fyrstu leikjunum í þessari keppni, eða langflest, að þau hafi ekki gert það. Nei. En Skotandi gerðu það. Og þessi 3 stig gætu fleytt þeim áfram. Þeir munu bara þurfa að bíða og sjá eftir leikinu okkar. Móti Brasilíu. Þetta fer bara eftir hvernig við verðum stemdir hjá mig á vellinu. Við þurfum að vera bara... Já, Marokko vinnur það. 12. liðið. Marokko vinnur þennan leik. Og svo er Skotarnir unnleika bara 1-0. Þeir þurfa að passa sig á að tapa ekki á stórt. Þessi 3 stig munu fara á markatölu. Ég alveg með betti í innan leik. Það bara kemur út og eftir. Erum við gerum séð. Það er bara gefins bett. Ég segi að Marokko vinni Skotland. Já, Marokko vinna en það verður ekki stórt. Nei, vinna bara 1-0 eða eitthvað. Strákar, þá förum við í, ég vil ekki segja bara Malbygg dagsins, það er Brasilia Haiti. Þetta verður bara 22 á Haiti. Þetta verður gamla góð upprúlun. Því að Ancelotti var pirraður til fyrsta leik, þráttur í að hann var mjög pirraður. Ég held að það sé bara að taka silence treatmenti á það núna, sko. Bara horfir valla á þá, sko. Gerir þú það stundum? Nei, það hefur verið tekið meira á mig bara, sko. Það tekið á þig? Já, bara ég virði það, sko. Það er rautt í öðru hverju leik, sko, þannig að sjálfsögur þjálfarnir stundum að taka silent treatment alltaf einum færri. Það er ekkert eftir eitt að vera einum færri alltaf, sko. En -3. -2. Já, þeir vinna 3-0. Já. Það er alveg þeir voru of varkátti með mínusin eftir svona, þessi lönd voru eitthvað að stríða þarna eitthvað í byrjun. Nei. Hvað segir þú? Nei. Þetta er ekki valt. Þetta er mínus bara, ég myndi ekki þóri meira bara -2 á hérna refund, sko. -2 í seðli. Haiti eru bara allt í lagi, sko. Þeir voru betri skotarnir. Þeir voru með betri tölfræði, fleiri skota á markið, þeir voru með þeir voru meira með boltan. Við Íslendingar spiluðum á mótuðum daginn. Þeir voru ömulegir. Þeir vunnuðu ekki. Nei, þeir voru ömulegir. Og þeir gátt alveg tekið á móti skotunum. Brasilia í fyrstu umferðinni á heimsmeistaramóti, eitt af 3 slökustu liðunum sem ég sá. Af svona, þú veist, fyrir utan bara Curaçao og eitthvað svona. Þeir gáttu ekkert. Mækarinn ekki að bjart sín. Og þótt að Ancelotti sé ekki að horfa í augun á einhverjum. Þú horfur ekkert alltaf í augun á mér, sko. Ég horf alltaf í augun á þér. Já, oftast. En þegar þú gerir ekki, þá verði ég ekkert eitthvað, nú er ég, veist bara hérna, orðin eitthvað rosa kall. Málið er það, þótt að Kjelan sé að horfa í augun á þeim.
þeir eru bara ekki með nógu gott lið einhvern veginn Jú sóknarlega Sóknarlega, þeir eru með næst besta mann í Real Madrid myndi ég segja þeir eru með næst besta mann í Barcelona en þeir eru með sentera sem ætti að vera að spila í Hamar Hveragerði því miður Já, en þú veist, það er þannig í mörgum góðum Þeir eru með besta markurinn Þeir eru með markaðist annan eða þriða markaðist senterin í Brent kannski, það var svo lélegur í þessu leik ef hann var ekki einhver fær góður. silent treatment frá Ancelotti núna þá er það hann En hann byrja Kunja í næsta leik Það er rétt Strákar, það var þetta þessu lokið nema það er einn leikur eftir og það eru liðir sem þeir eru búin að tala upp hérna allan þáttinn og það er Paraguay, Tyrkland Paraguay Þeir eru voða spenntið fyrir Paraguay-mönnum Ég er bara þessi leikur ég á erfitt með mig þarna sko. Ég er búin að pæla mikið í hann sko. Tyrkirnir bara bæði í playoffinu og í fyrsta leik bara heilla með 0 því að ég var alltaf svo spenntið fyrir þeim Það er samt að gerast með Tyrkland enn einu sinni hvernig geta það klúðra þessu Hann var bara 2002 Hvernig tapaði 2-0 á móti Ástról ótrúlegt þessi riðill er bara þannig að þetta er bara orðin alvöru riðill Það er bara auðlaskapur Það er auðlaskapur en þess heldur þá náttúrulega er ekkit annað í stöðun heldur að vinna hennar leik vegna þess að þið vinni ekki hennar leik þá er það bara að fara heim Bye Þeir fara ekki heim, hvorki áfram niður heim til Tyrklands. Fara ekki heim sko. Þeir eru kannski engan á að fara heim. Bara til í bísa kannski bara. Já. En ég get alveg sagt ykkur það að þetta er verið að gefa peninga. Hvað þá? Það er verið að gefa þarna 200% ávöxtun. Já. 100% ávöxtun. Okay. Og því að við snúist snögglega af Paraguay-vagninum og farið beint yfir og Tyrkland er alltaf að fara að vinna Paraguay. Þeir mæta brjálarinn leik, þeir átti ekki að tapis leik fyrir ástæðinni. Og þeir mæta brjálarinn leik, þeir eru með miklu betur lið, þeir munu pressa og keiri yfir þá. Tyrkland vinnur Paraguay, hlustaðu nú á þetta. Tyrkland vinnur Paraguay, stærra heldur en Brasilía vinnur Haítí. Keli, sammálaðu þessu? Nei, ekkert endilega sko. En ég sammálaði Tyrkland vinna en að við svona eftir þessu söluræðu, það er ástæða fyrir að maðurinn er sölumaður. Ég er að segja það. Akkur ætti, ef Tyrkland vinnur ekki en leikur þeir fara þeir heim þeir eru að bandar ekki síðasta leik ég heldur vinni á bara 1-2-0 því að suður-amerísku liðin er ekkert ómikið að láta pakka sér Nei, ég segi nú bara svona, ég held bara Paraguay þeir vinna 2-0-3 Strákar, þið haldið ýmislegt en nú ætlum við að setja í seðil til að staðfesta og skjálfesta og það er, byrjum bara á fyrsta leik og það er hérna Bandaríkin Ástralía Hvað er það bara Já, þetta er bara góð stuðull í seðil 1-6-4 geðvitt flottur stuðull Marokko Hátt Ástralía var að vinna Tyrkland 2-0 Marokko, Skotland ég með þú veist komdu með þetta sem við varum að tala um á farið að gólínuna, sjáum hvað hann er há það er aldrei að fara að koma meira um 2 mörkin leik sko, bara gleymi því undir 1,5? Nei, undir 2,5? Já, 2,5 1,69? Já, þetta fyrir 1-0 Marokko Þú heldur það? Já, ég er þar mestalagi, ef að Mægari, við erum líka að lefa stráfnum stundum ef að skotinir er ekki ég er ekki að segja orðið þarna Nei, það er sama förum í okkar hjama, -2 Brasil -2,5 bara þá förum við -2,5 þeir eiga að loka því förum -2,5 já, flott og svo endur á Tyrkland Paraguay og það er bara hvað, Tyrkland vinna þetta? Já, 2-0-3 við erum óharðir og við erum að fara í mínus sko Þetta er hærri 11.37 og þetta er bara líklegu seðil sko. Þessi góður þessi er frábær Haldið áfram að kommenta við erum að henda út ammo hægri vinstri við erum að verða, búum bara með öll ammo en það er alltaf klárast bara njótið helgarinn njótið helgarinn og þið strákar það vantilega verðið eins og alltaf á djamunni ég verð bara fullur alla helgina byrjum strax núna skrýð saman á mándaginn kannski að fara að byggja eitthvað upp að þín í Arvík við sjáum ykkur næsta þetta